með Gesti Einarsinni frá Hæli. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Það er nú sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, þá förum við yfir í körfuknattleikinn. Það er ekki búið að fara fram hjá neinum íþróttaáhugamanni. Já, íslenska landsliði, karlalandslið okkar sem er búin að vera að keppa gegn sterkum þjóðum á Eurobasket og já, ég er núna komið á leinuna hann Einar Bollason sem er út í Finnlandi. Heill og sæll félagi. Já, sælur. Hvernig hefur það? Ég hef bara nokkuð gott svona með við aldur og aðstæð. Já. Þetta búið að vera dálítið erfitt sko. Maður fór náttúrulega fullur í sennilega ómikilla bjartsýni af því að strákarnir stóðu sér svo flott í Berlín fyrir 2 árum. En auðvitað verður maður bara að vera raunsær og horfa bara á það sem maður náttúrulega skiptir mestu máli að þessi árangur hjá þeim að komast á þetta mót. Svo er spurningin bara hversu mikið við höfum að gera þar en það er náttúrulega bara verður að horfa bara máli eins og í raun og veru. Fyrir það fyrst var náttúrulega okkar besti leikmaður Jón Arnór Stefánsson meiddur í marga mánuði og við eigum bara eitt svoleiðis mann til. Já, nákvæmlega. Og það verður einhver bið í það að við fáum annan Jón Arnór Stefánsson og eins og við sáum í leiknum á móti Frakklandi, hann er 35 ára gamall og hann bara öllu leikmönnum á vellinum sko, hann er náttúrulega alveg stórkostlegur og það að hafa ekki haft hann í fullu formi er náttúrulega gífurlegt áfall fyrir svona litla þjóð eins og okkur og Haukur Helgi, önnur stórstjarna sem við eigum sem er búin að spila í Frakklandi, sýndi sér 13 andlit í fyrsta leik en síðan hefur hann átt í erfiðleikum. Ég hrættur að bakmeiðsli sé að hrjá hann meir en hann vill viðurkenna. Þetta er náttúrulega keppnismaður og hérna þannig að það er svona ýmislegt sem hefur hrjáð okkur en strákarnir með eiga það að þeir berjast eins og ljón og þetta er ekki búið. Maður veit aldrei hvað þetta er að ske. Já, þið gamlu, já þú ert náttúrulega búin að vera landsliðsþjálfari og búin að vera leikmaður í íslenska landsliðinu gegnum tíðina. Hvernig, já, áttir einhvern tíma að vona því að sjá þá vera að berjast við sterkustu þjóður Evrópu svona á lokamóti? Nei, aldrei nokkuð tíma. Nei, þetta er náttúrulega fyrir okkur, þetta er algjörð ævintýri og þetta ævintýri byrjaði í Berlín og maður trúði ekki sínum eigin augum bara þar. Að við skildum ná því að komast á sko loka keppni í Evrópumeistaramóti og ég sagði nú alla þá að ég ætlaði að njóta hvers einasta dags og hver einustu stundar því þetta myndi aldrei koma fyrir aftur ekki með ég lifði. Svo bara 2 ára seinna þá erum við aftur komin inn á Evrópumót og þannig að maður reynir bara að njóta dagsins og þetta eru náttúrulega alveg frábæri körfuboltamenn sem eru hérna og það er svona auðvitað mesti munurinn er sko þessi miklu líkamsburði sem þessi kallar eru með í hinnuliðan. Þetta eru menn sem eru náttúrulega á svona stórmótum á hverju einasta ári eða þá að þeir eru í Evrópukeppni eða NBA, þetta er náttúrulega fullt af NBA-leikmenni hérna og þetta eru svona ægilegi jaxlar að þetta er svona nánast bara stundur hlægilegt að sjá okkar bestu leikmenn sko vera fjúka af þeim eins og bara fyririldi sko. En það er náttúrulega, þetta er náttúrulega hina þjóðina eru svo stóru og körfubolta íþróttin, það er kannski ekki sem að nú er náttúrulega, já við Íslendinga við erum svo meðvirkir að við föttum kannski ekki samt á því að nú er kannski menn dæmi svona, það er rosalega stóður þessi illa þessi strákar. Hvað myndir þú segja? Þú þekkir það sjálfur sem körfuknattleikmaður. Já, það er náttúrulega vita mjög óréttlátt vegna þess að eins og ég sagði áðan að sko okkar mesti sigur í raun og veru að hafa komist á mótið og það í annað sinn á 2 árum
og það hvort að við náum að vinna einhvern leik eða ekki, það eiginlega nánast, sko, ég gerði mér auðvitað ekkert mikla vonur það, en auðvitað eru menn að bera saman Berlín og núna, af því að við stóðum okkur svo rosalega vel, þá við komum mikið og óvart og ég var pínulítið hræddur fyrir þetta mót, að mér fannst væntingar vera svona dálítið svipar eins og voru fyrir sko stelpunar okkar í fótboltalandsliðin að sko að núna myndi þetta koma en sko á þess að menn hefur nokkuð fyrir sér í því að hvað hefur skeð núna hjá okkur í körfuboltanum sem réttlætt í það að við höfum að geta unni Pólland og Grikkland, ég tala ekki Frakkland. Frakkland eru nú í 5. sæti á heimslistanum. Já, nokkulega. Hvað það sem að réttlæti það að við höfum eiga einhvern séns í þá? En því ekkert að leyna að svona, og ég viðurkenni það að ég óli í brjósti mér smá vonum að það myndi einhver kraftaverk eiga sér staðan núna en ég ítrekkar það að það er þá bara algjört kraftaverk eða myndi vinna leik gegn þessum risa þjóðum. Það sko munaði held ég bara 6-7 stigum þegar við sko töpuðum fyrir Belgíu út í undankeppninni sem var með okkur í riðlinum og unnuð á svo heima í stórkostlegum leik. Ef við hefðum unnið á með sko 7 fleiri stigum þá hefðum við komist upp styrkleikaflokk. Það hefði nú munað ansi miklu fyrir okkur vegna þess að við erum auðvitað að horfa á úrslitin í hinu riðlunum hjá þessum liðum sem eru með okkur í styrkleikaflokk og það er náttúrulega, þeir eru að fá alveg nákvæmlega sem útrið eins og fyrir. Þarna er þetta aldrei mikill munur á sko. En stemningin, hvernig er svona stemningin á íslensku áhorfendunum þarna úti í Finnlandi? Mér skildist að þeir eru búin að vekja mikla athygli. Já, þeir eru náttúrulega sko, íslensku stuðningsmenn eru náttúrulega alveg stórkostlegir sko, þeir sko liðin og svona stuðni sko leikmenninni eins og í franska liðin eins og Fournier sem er nú þekktasti leikmaður Frakka en nú eiginlega íslensku stuðningsmenn, hann hefði aldrei á öllum sínu ferli kynst öðru eins stuðningsmönnum sem voru enn syngjandi þó að landi þó að hann er komin yfir 30 stigum undir. Já, nákvæmlega. Og hann bara þessu aldrei að kynst öðru eins, þannig að við þurfum ekki að skammast okkar fyrir okkar stuðningsmenn, hvort sem við vorum hér í höllin eða þau fórum til Tampere og horfa á fótboltan og þó að sáleikur hefði enda sorglega fyrir okkur að það er alveg stórkostlegt að vera innan þessar stuðningsmenn. En náttúrulega ef maður horfir yfir sumatíman, nú er þessi unglingalandslið öll í fullum gangi hjá körfunarsambandinu. Framtíð, það má segja framtíð íslenska körfunarsambandið hefur aldrei verið bjartar en kannski núna daginn í dag, þó við séum ekkert endilega eignast Jón Árni Stefánsson núna til dæmis á næsta ári. Nei, ég tek alveg undir það. Ég held að sko framtíð körfuboltans hefur aldrei verið bjartari og sjá þessi úrslit sem að við sem hafa verið að líta dagsins ljós núna og þá auðvitað skínin og hæst þessi stórkostlu úrslit 20 ára landsliðsins í lokakeppni Evrópumeistaramótsins þar sem að þeir veltu sko mörgum stórþjóðum af staflinum og það nú reyndar sennilega stórkostlegust úrslit sem að nokkuð körfuboltalandslið hefur bara náð og Finnur þjálfar á náttúrulega mikinn heiður skilið fyrir þann árangur. Nú 18 ára lið okkar var nú Norðurlandameistari í fyrra og það var nú ekki svo lítill árangur að ná að sigra Finnana þá til dæmis en þannig að við eigum alveg rosalega mikið af flottum strákum en það er bara ekki nóg, við verðum
að koma fleiri strákum út í atvinnumennsku. Það bara eina vonin okkar. Við þurfum að eiga fleiri Martin Hermannsinni og Hauk Helga og hann Hörður náttúrulega alveg stórkostlegur leikstjórnandi verður betur með hverju árinu. Tryggvi Hlinason, hann náttúrulega kornungur, hefur ekki spilað körfubolta með rúmlega 3 ár. Já, hann að berast er til svona dæmi samt í nokkuð í heiminum sem komið svona langt á stuttum tíma? Nei, ég held að þetta sé alveg einstakt og menn verða pínlítið að passa sig á því að hann náttúrulega stóð sig alveg stórkostlega úti með 20 landsliðinu og núna hann að spila við kalla sem á sömu stærð og hann, sennilega svona flestir 30-50 kílóum þyngri sem aðalega felst í vöðvum og mikla reynslu en hann svo jákvæður þessi strákur og skemmtilegur að ég held að þessi strákur eigi eftir að breyta alveg heilmiklu fyrir okkur á næstu árum. Hann þarf bara meiri reynslu og hann náttúrulega var orðinn 20 en þá strákurinn En það náttúrulega ég hef ekki nokkar áhyggjur af þessu En ekki hætta á svona ungum strákum eins og honum? Það oft talað þú byrjar að teki myndaðir áður en að þú byrjar að grafa skurðinn og klára hann svo ekki? Nei, hann náttúrulega komin á samning hjá Valencia og Valencia félagi sem Jón Arnór spilaði með í fyrra, þeir eru dálítið þekktir fyrir að taka svona unga, óharðna, stóra menn og gera úr þeim alvöru körfuboltamenn. Já, það frábært að heyra. Og nú setjum við bara allt okkar traust á þá og af því að við erum nú eiginlega báðir eiginlega hálfpartinn búsettir í Gnúpverjahreppi að þá bara býðum eftir að Gnúpverja fara upp í úrvalsdeild og þá fer fyrst að vera gaman En svona í lokinu áður en ég sleppi þér, það náttúrulega eins og þú segir með framtíð en nú náttúrulega lítur þetta allt vel út en svona eigum við séns á því að þetta halda áfram á þessum lokamótum? Já, þetta er náttúrulega góð spurning og já, vissulega eigum við góða séns á því næst. Það verður núna 4 ára bið á EM, næst undankeppni HM og það verður mjög spennandi að fylgjast með íslenska landsliðinu þar. Það sjálfsagt komið að leiðalokum hjá mönnum eins og Hlín og Jón Arnóri og Loga, þeir eru orðnir 35 ára gamlir og þó vissulega maður myndi langa til þess að þeir getur haldið áfram þá held ég að Elli Kerling láti nú ekki að sér hæða í þessum málum en það fullt af toppstrákum þarna fyrir utan bæði til dæmis Jón Axel Guðmundsson og Grindavík sem úti í skóla Kári svona Jóns Arnars og Haukonum erlendis líka þetta er Guðmundur Þórir hann Þórir sem var hjá Káir hann að fara út í skóla þetta eru fullt af toppstrákum og svo þetta bæði Martin, Haukur, Hörður og Kristoffer Eikóks hann nú heldur betur búinn að koma sterkur inn í þetta þetta eru allt saman strákar á besta aldri þannig að við eigum fullt af miklum efni við og verðum bara að líta bjarti til framtíðina. Það þýðir ekkert annað að vera með eitthvað væl út af þessu. En það ákveðin svona þú ert náttúrulega mikið í hestamennsku, ekki svona ákveðin körfuboltaræktun alltaf hérna á Íslandi? Jú, við þurfum bara að kíkja betur norður í Bárðardal hvort að leynist ekki fleiri svona stóri með það eins og Tryggvi. Þannig að þetta líst mér vel á. En lokin leikurinn á morgun, hvernig svona leggst hann í þig? Ísland, Slóvenía? Það verður náttúrulega geysilega erfiður leikur Ég held að strákarnir, ég hef svona fulla trú á því að leikur þeirra muni fara upp á við. Ég hef það svona á tilfinningunni
að þeir eru eftir að bara að stíga upp en ég hef svo sem ekki miklu trú á því að það nægi til að vinna Slóvena. Þeir eru alveg geysilega sterkir, þeir eru taplausir. Já, efstir í riðlinum. Þeir eru náttúrulega bæði með sko algjört undrabattana 18 ára sem að fer nú pottitt inn í hérna NBA-deildurinn næsta ára og síðan eru með eitt besta mann Miami Heat, hann Goran Dragic og eiginlega bara sko valda menni hverju einustu rúmi úr öllum bestu liðum Evrópu, hvað sem er Barcelona, Real Madrid eða hérna þessi júgoslavnesku stórlið og þannig að þeir verða erfiðir en ef ekki bara vona best að ég allavega bara vona það að okkar strákar sýni svona sitt rétta andlit þó það nægi ekki til þess að vinna ef þeir sýna bara sin besta leik og berjast eins og við Íslendingar eigum að gera, að þá getum að gengi sáttu frá borði. Já. Svo er eitt leikur eftir það er Finnland, eigum við séns í þá? Þeir verða erfiðir. Já. Þeir eru nú aldrei með undrabarnin þennan 20 ára gæja, hann er rosalega þessi hérna Markkanen. Hann sá sem var valinn númer 7 í nýlega valinu núna af Chicago Bulls. Hann er bara búinn að draga hann er búinn að draga finna. Ef hann fyrir út þá er ég alveg til í að spila við íslenska lið, en svo kemur hann inn og hann ég man ekki hvað hann er stórkort, hann er 2 og 10 og hann tekur 3 stiga skot og hann keyrir í gegn og hleypur og af sér eins og lítill bakvörður og þetta er algjör sko, bara algjör stórspilari sko. Og Finnan er tróðfyll á höllina, þannig að það verður mikill hasar. Já, er mikið Íslendingum þarna núna eftir? Já, þetta er búið að vera, ég veit ekki alveg þess að tölu, þannig kringum sko helgina var þetta svona með yfir 3000 manns. Og við eigum höllina, það bara öðru megin í höllin er bara blátt haf en ég veit ekki, sjást að það var nú einhverjir farið heim í dag, þegar var hvíldadagur í dag og einhverjir hafa tekið bara 2-3 leiki sko, en það er nú eftir samt. Einar Bollason, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, bara það er áfram Ísland og við ætlum að enda spjalla okkar á Ég er komin heim. Það var nú, já, það voru körfubolta aðdáendurnir sem komu með þetta fyrst. Það var í Berlín. Já, segðu, okkar uppáhaldslag. Já, og það voru körfubolta áhugamenn sem byrjuðu á þessu. Já, segðu. Já, ekki bara þeir, þetta er búið að vera lagið okkar í bara yfir 30-40 ár. Já, ok. Bestu þakkir og já, hafa það gott og njóttu. Já, takk fyrir. Já, spilum hérna Ég er komin heim og svo förum við yfir úrslitu næstu leikja. Völlur